Spurningin var semst að þið ætla að vera duglegar að sækja skjaldborg, ekki satt? Jú. Sjá alla myndir. Já. Sækja alla viðburði. Já. Og jafnvel vera sjálfboðalegar. Já. Það lýst mér á. Þetta er skjálfest. Já, þetta er semst komið hér á. Þið eru á verandaveginn og verður ekkert að dræta fyrir það. Já, þetta er fyrir á YouTube eftir svona 5 mínútur. Frábært, takk fyrir það. Takk fyrir það. Við bara verðum í sambandi. Vel gert. Já. Svona eru hlutinir unnir hérna á Patró. Já. En hér erum við stödd í þessu stórkostlega íþróttamannvirki okkar Patreksfirðinga sem heitir Brattahlíð. Já. Og hér er stórkostlegur forstöðumaður sem heitir Geir Gesson, sem er einn af upphafsmönnum hátíðarinnar. Og hann er alls ekki auðveldur að draga í viðtöl eða annað slíkt eða beina athyglinni á sjálfum sér á nokkurn hátt. Þess vegna bara mætum við hér í hans stað og hér er alltaf svo stórkostlega þjónusta þessa helgi að það er lengri opnunartími og allt hann í dagskrá hátíðarinnar. Já, þáttur Geirs. Kannski við bara beinum honum bara lítið að, hann var upphafsmaðurinn að þessu ekki. Ásamt fleirum. Já. En þetta verðlaunafé, tengist að þér á einhvern hátt? Já, ég hef unnið til margra þessara bikara hérna. Já. Hérna körfuknattleiksmót stúlkur 92, sparisjóðsmót, 70 flottur strákar, það var gott ár. Já. Og svona hitt og þetta, fótbolti og svona. Já. Það er engin kvikmynd. Skáparnir heima og orðin fullir. Já, það er engin kvikmyndaverðlaun þarna í þessum skáp. Ekki ennþá, Nei. það kemur. Já. Við vinnum á því. Já. Einarinn er náttúrulega klár. Já. Einarinn endar í einhverju fallegri stofu, Já. fallegum skáp, heima hjá fallegum kvikmyndargerðarmanni eða konu. Já, sjálfsögðu. En er þá ekki tími bara til komin að þú farir í sund Jú, og gestir mæti hér galvaskir. gjálfaskir. Við þökkum þér fyrir alltaf.